Hæ, ég ætla að sýna ykkur núna hvernig best að standa því að gera glærukynningar. Það fyrsta sem að þarf að huga að hvað það er fjalla. Það er skýrt og greinlegt hvað kynningin á að vera. Við byrjum á því að setja inn stutta kynningu á efninu í upphafi. Síðan fjöllum við hlutina á nánari hátt og kryfjum efni til merkjar. Og í lokin drögum við efni saman og komumst að einhverju ákveðinni niðurstöðu. Margir spyrja hversu margar glærur þurfi að vera í kynningunni og auðvitað það bara efni sem ræður fjöldanum, en maður reynir að miða við að hafa glærurnar eins fáar eins og maður mögulega getur. Því það er náttúrulega hundleiðilegt að sitja undir mjög langri glærukynningu. Það sem á að vera á glærunum eru auðvitað texti og myndir sem styðja við efnið. Það er mikilvægt að vera ekki með myndir sem eru ótengdar við, heldur síðar til að hjálpa fólkinu sem er að horfa á kynninguna að tengja við efnið. Maður notar stykkur og stuttar setningar til þess að útskýra, þar að segja til þess að hafa á glærunni, því það er það sem að þeir sem horfa á kynninguna muna, en síðan nota maður minnispunkta til þess að útskýra nánar, en maður ætlar ekki að hafa það inn á glærunni sjálfri, en inn á PowerPoint og Google Slides kynningum er sérstakt svæði þar sem að maður getur skrifað hjá sér minnispunkta sem sjást ekki upp á í kynningunni sjálfri, en hægt er að prenta þær út og hafa hjá sér þannig að maður getur hort bara á fólki sem maður er að kynna fyrir, en þarf ekki að vera að lesa uppi á skjánum eða af skjánum. Uppsetningin á að vera skýr og snyrtileg, hafa stuttateksta og hnitmiðar setningar eða stikkorð eins og áður kom fram, og myndirnar eiga sjálfsögðu vera mjög lýsandi og styðja við efnið og alls ekki að trufla lestur á textanum. Það er að segja, myndin á ekki að fá helstu athyglina og hún á ekki að vera svo stóra að maður þurfa að hafa textan pingu lítið. Textin er aðalatriði. Þegar maður flytur kynninguna er oftast best að æfa flutningin fyrirfram, því að það er alveg ótrúlegt að ef maður hefur ekkert gert það, þá lendir maður stundum í vandræðum með hvernig maður ætlar að tala um hlutina og því er ágætt að vera búin að æfa sig. Maður á að snúa að áheyrendunum og kynna sig í upphafi í stuttu máli og nota svo minnisblöðin sem maður verður búin að prenta út og þá þarf maður ekkert að kíkja upp á skjáin alltaf hreint. Nú ætla ég að sýna ykkur munin á tveimur kynningum sem eru gerðar með nákvæmlega sama efninu. Annars vegar hvernig best að allavega gott að gera og hins vegar hvernig er eiginlega alveg ómögulegt að gera. Þessi hérna, hún er dæmi um það hvað er ekki sniðugt að gera. Hérna er letrið, þessi kynning er íslenska hestinn. Hérna er letrið bæði þannig að það hverfur og er líka staðsett þannig að það er eiginlega ofan í höfðinu sem er svona athyglispunktur á myndinni og hér undir er letur, nöfnin í svo óskýru letri að það er varla sjást. En í hinni kynningunni þá sjáum við að staðsetningin á þessu er þannig að það truflar ekki aðalatriði í myndinni og letur er þannig að það er ekki erfitt að lesa það. Þegar maður er með mikið af texta eða einhverju sem þarf að koma til skila, þá er einmitt best að hafa eins og hér er stikkorð og síðan er hér fyrir neðan og ég sýni ykkur betur eftir hvernig þið gerir, eða reyndar gæti ég gert það bara núna. Venjulega þegar maður kemur inn í glærukynninguna er þetta einhvern veginn svona og þið sjáu að 3 punktur hérna neðst, þið getið dregið í hann, það fáið upp svæði þar sem að nóturnar eru eða ykkar minnispunktar koma. Það eru bara örfá orð sem eru lýsandi fyrir það sem er verið að ræða og síðan nokkra myndir sem eru settar upp á skipulegan hátt sem að lýsa og styðja við það sem þið eru að segja. Í kynningunni sem er óskýrari þá sjáum við, hér er heillangur texti og maður fær bara alveg kvíðakast við að ætla að lesa þetta og myndunum er einhvern veginn hrúað hérna og jafnvel meira þess að settar hér yfir þannig að sumt af textanum fer á bakvið og það auðvitað er ekki nógu gott. Við bakgrunninn, maður þarf að passa að hafa hann rólegan, en það er illskarra heldur en að hafa órólegan texta og mikið af texta,
En hér sjáum við munin á þessari glæru og hinni sem við vorum með. Þá fáum við hér upp örfá orð, myndirnar skipulega uppsettar, en síðan eru nóturnar hérna, það er að segja minnispunktar fyrirlesarans. Síðan, ef maður er með mynd í bakgrunni, sem er bara í fína lagi að gera, þá þarf bara að passa að gera eitthvað til þess að maður geti lesið textan. Og í þessu tilfelli setti ég bara svona yfirstrikun á bakvið, þannig að það er auðvelt að lesa letrið. En hins vegar þá er líka hægt að gera þetta svona, það reyndar er ég búin að auðvelda lesturinn á letrinu, en myndin einhvern veginn dettur dálítið út af því að ég er búin að setja textan allan yfir aðalpunktana þar sem að mesta athyglin ætti að vera á myndinni. Það er auðvitað hægt að gera ýmislegt við kynningar, láta til dæmis hérna punktana birtast einn og einn, en ég ætla ekki að sýna það að þessu sinni. Ég vona að þið hafi haft gagn af þessu og eigi núna eftir að búa til flottar kynningar og skýrar í framtíðinni.